Nú erum að kynna við okkur í gæstana, númer 1 Agnes G. Jónsdóttir, númer 2 Hildur Möder, númer 4 Dagbjörn Í. Ólafsdóttir, númer 7 Karin Tinna Benjan, númer 11 Auður Valdimarsdóttir, númer 12 Magalíf Kristinsdóttir, númer 13 Magnhildur Jónsdóttir, númer 14 Fanney Ösp Finnsdóttir, númer 15 Laufey Lára Höskuldsdóttir, númer 16 Hildur María Leifsdóttir, númer 20 Guðrún Marían, númer 21 Anna María Aðalsteinsdóttir, númer 24 Silja Jónsdóttir, númer 25 Senja Safrovits, númer 29 Stefania Ósk Hafberg, númer 40 Anna Dögg Arnarsdóttir. Þjálfarar og starfsmenn á bekk á ÍR eru þau Arnar Freyr Guðmundsson, Stefán Haraldberg Pettersen, Hreiðar Levi Guðmundsson og Anna Margrét Sigurðardóttir. Nú þá að liði heimastúlkna í Víking, númer 12 Anna Vala Axelsdóttir, númer 17 Emilia Dögg Sigmarsdóttir, númer 7 Ragnheiður Ásmundsdóttir, númer 8 Ester Inga Ögmundsdóttir, númer 9 Ástrós Birta Birgisdóttir, númer 10 Guður Brynja Sölvadóttir, númer 11 Sólveig Bjarkadóttir, númer 18 Kara Rún Árnadóttir, númer 19 Sigurlaug Jónsdóttir, númer 20 Elín Helga Lárusdóttir, númer 21 Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir, númer 23 Íris Kristín Smith og númer 25 Rakel Sigmarsdóttir. Þjálfari Víking Sigfús Páll Sigfússon og aðrir starfsmenn á bekk Arna Þýr Ólafsdóttir, Vilhjálmur Gunnar Pétursson og Svana Björk Birgisdóttir. Nú þjálfarar í kvöld eru þeir Jón Karl Björnsson og Bjarni Viggósson. Og til að tryggja heiðarlega leika af öllum þátttakendum leiksins leikum Jónurinn starfsmönnum og með handbolta íþróttina í huga við byrjum ykkur áhorfendur góðir að segja leikvelið með háttvísi í huga sem jákvætt hugarfar gagnvart öllum þátttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir og góða skemmtun. Koma aðeins hærri rómur þegar Sóli Bjarkadóttir. Komið sæl, kæra áhorfendur. Hafinn er leikur Víkingsstúlkna og ÍR í Grill 66 deild kvenna. ÍR-liðið búið að standa sig vel það sem af móti og ná í fjölmörg stig og það fara hérna Karen, Tinna, Damien bregst bóðalistinn og Ester klippir hérna auði. Helga kemur boltin tilbaka og það ákveða að róa. Og það vantar Örnu Þyri í kvöld. Það heldur betur skarf fyrir skildi. Hún fekk höfuðhögg nú á dögunum. Verður að hvíla. Vel varið hjá Agnesi Eir. Ekki gott skot, beint á hana. Og Matthildur Jónsdóttir nær hérna frákastinu.
kemur ÍR stúlkum á blað. 1-0. Já, þetta verður örugglega erfiður leikur, mjög erfiður leikur. Gríðarlega erfitt að vera án leikmannsins og Örnu Þyrjar, bæði varnarlega og sóknarlega. Auður Brynja lyfti sér upp, skora gott mark. Auður Brynja búin að vera frábær í vetur, varnarlega og sóknarlega. Já, Emilía Dögg verið hérna vel. En frábærlega gert hjá Laufi Láru Höskuldsdóttur í aðdraganda hornafærisins. Losaði boltann á hárréttum tíma. Klókur leikmaður, stelpa frá Akureyri. Já, dómari leiksins í kvöld Jón Karl Björnsson og Bjarni Viggósson. Jón Karl var einn besta vítaskytta efstu deildar í mörg ár og var í horninni á Haukum. Ótrúlega lunginn leikmaður. Hendi komin upp. Og nú þarf að koma skot. Frábær, nei. Þarna hefur Bjarni átt að Leifin að klára. Þarna hefur mögulega þá fengið vítakast. Og Ester Inga með lúmskot, stöngin inn. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Senja Zaseverovic, hún lætur verja frá sér. Emilía Dögg komið með einhverja 3 bolta hérna strax í upphafi leiks. Það veit á gott fyrir framhaldið. Þegar við erum með svona laska lið þá þurfum við að fá ekstra markmanni og vörn. Já, og boltar hrætt yfir. Já, Ester gótt í árás. Ester aðeins og lengi að losa hann. 6 vinstri kallar Siffi þjálfari. Gaman að sjá hvað 6 vinstri er. Ástrós Birta, já, kemur bara fyrir utan, já, fyrir Kairó hérna. Glæsilegt mark. Auði Brynju, Sölvadóttur. Karen Tinna Damien. Hún klárar þetta miklu harðfylgi. Stelpa sem er uppalinn Íringur. Fór í Stjörnuna og náði ekki að stimpla sig inn þar. Frábær leikmaður í fyrstu deild en bilið á milli þessara deilda svolítið mikið. Og vel spila á kemur vippan. Gamla góða vippan frá Elínu Helgu. Þetta hefur sést æði oft áður í vetur og oft gengið upp en það er nú bara alltaf effektífast að lúðra á markið, sjá hvar markmaður stendur og setja fullan þunga í skotið. Já, Bjarni Viggósson vissi sín sök. Hárréttur dómur. Já, við þurfum aðeins að Auður Brynja Sölvadóttir. Því líkur hammer hérna hjá henni.
Norrlensk frá Akureyri. Bætt sig gríðarlega á einu ári. Það eru ótrúlega gaman að fylgjast með þessum framförum. Leikmenn geta bætt sig á öllum aldri, hvort sem það í 7. flokki eða 30. Alltaf gaman að sjá það þegar leikmenn bæta sig á eftir mörg ár í meistaraflokki. Eru alltaf að þróa sinn leik. Já. Þetta er skref. Þetta er skref, Jón Karl Björnsson. En vel klára hjá henni Öngva síður. 4-3, 7 mínútur búnar. Já, farar aftur í sama og Auður vantarlega fær hann á strauginu. Þurfum að fá framlag frá hornið og inn með því Elín Helga og skjótt á markið. Glæsilegt hjá Auði Brynju, hún er algjörlega með stórkostlegan leik hérna í byrjun. Frábært sáu hvernig Ester vann boltan og Ástrós Birta skorar. Ástrós Birta Birgisdóttir, ungur og uppalinn og efnilegu leikmaður, fengi eldskýrn sína í vetur og staðið sig með miklum sóma. Þetta er málið, að gefa ungum og uppöldum leikmönnum séns sem hafa verið hérna síðan í 7. og 7. flokki. Já, frábærlega gert hjá Laufi Láru. Hreiðar Leví Guðmundsson, aðstoðarþjálfari ÍR, gefur hérna Agnesi nokkra góða punkta. Það vantarlega mjög vel til fundið. Agnes ekki fundið sig hérna í byrjun leiks. Nokkuð mörg sem að, nokkuð skot sem hún átti klálega að taka. Já. Já, og Auður. Og hornið. Helga. Já, glæsilega gert. Fer þetta milli 1 og 2. Algjör óþarfi að gefa í hornið ef hún náði að fara milli 1 og 2. Staðan 7-4. Karen Tinna gefur hér merki leikkerfi. Það er bara gamli góði 1 vinstri. Þetta þarf ekki alltaf að vera mikil vísindi. Emil Hedvig ver frábærlega. Það er því algjörlega stórkostlegt að vinna þetta sterka ÍR-lið án Örnu Þyriðar og nokkur annara leikmanna. Já. Og inn með, já, boltan yfir. Áfram, ekki dripp, ekki stoppa flæði, stelpur. Auður Brynja Sölvadóttir fer hérna í gömlu góðu pólsku fintuna sem Alfred Kalusinski bjóð til. Já, kom hann yfir, Ástrós, 3 skref og allalega skoraði. Glæsilegt. 9-4, nú lítið, já. Það var ekkert annað í stöðunni á Arnari Frey Guðmundsinni en að taka leikli. Arnar Freyr, ungur og efnilegu þjálfari, yfirþjálfari yngri flokka á ÍR. Gríðarlega duglegur og áhugasamur að sinna yngri flokkunum. Og er komið núna aðeins inn í meistaraflokkinn. Og er held ég líka eitthvað að spila með ÍR, með kallaliði ÍR í
grillinu, grill 66 deild karla. Þannig að hérna það heldur betur nóg að gera í honum á öllum vígstöðum. Væntanlega oft langi dagar hjá honum í heimilinu. Já, en það er gaman að sjá hvernig stelpur koma tilbaka eftir svona slæmar fyrstu 10 mínútur. Þetta var samskiptaleysi hérna milli Sheniu og Karen Damien. Karen hefði átt að fara aðeins lengra og klippa Sheniu inn. Og Sheniu upp í skot eða boltinn yfir. Já. Þetta skot var ekki til útflutnings. Allt og laust. Já. Helga Lúðvík á óöppin, missir þetta knöttinn út af. Arnar Freyr þjálfari segir hérna unnustu sinni Karen Tinnu að fara hægra megin og Laufey Lára kemur á miðjuna. Þá er lína á Dagbjörtu Ír. Stefania Ósk Hafberg kemur hérna í skiptingu. Spila bara svo. Og Stefania og Matthildur spilar hérna vinstri bakkarann. Já, Siffi kallar stelpunar að spila aðeins. Hárrétt hjá honum. Þýðir ekki að fara upp í skot eftir 3 sendingar. Já, boltan strax yfir á Ester, hún er með mikið pláss. Já, losa. Íður aðeins og lengi að losa þarna. Helga og Elín voru með ágættistöðu þarna hægra megin á vellinum. Hendi komin upp hjá Bjarna Viggósinni. Glæsilega gert hjá Ester Ingu. Hún er svo klók að keyra í eðunar, senda á Ester, aftur á Helgu. Frábærlega gert, 11-4. Stelpur eru bara gjörsamlega hillum horfnar hérna. Ekki að finna sig, en svo sannarlega nóg eftir að leiknum. Kannski segi líka bara á hvaða vegferð Víkingsstelpur hafa verið á. Mikla framfarir og góður bragur á þeirra leik. Sigfús Páll að gera frábæra hluti. Já, aftur kallar Arnar Freyr. Laufey Lára klippir hérna hárréttum tíma. Þetta er klóku leikmaður hún Laufey Lára. Já, Karin átti að gefa þarna yfir. Jæja, en vel klárað hjá Dagbjörtu Ólafs. Fer hérna inn á horninu og setur hann. Já, og Ester vinna með horninu á og Sigurlaug. Áfram, Elín.
Já, hérna Jón Karl aðeins að kannski að reyna að vega þetta aðeins upp. Nei, ég veit það ekki. Já, þetta er bara réttur dómur. Já. Zhenja Jasavarovic setur hann hérna úr vítinu. 11-6. 2 góð mörk á skömmu tíma. Þetta er fljótt að koma. Ég sé að Hildur Ötter Einarsdóttir, nýbökuð móðir, mikið enginn í raðir íringa. Hún er byrjuð að hita upp hérna. Ef Agnes fer ekki að klukka einhver á bolta. Já, draga frá Helga og Ester með mikið pláss. Skjótt á markið, glæsilegt. Og væntanlega fyrir Hildur Ötter að koma inn á. Agnes er ekki að finna sig. Stundum er það bara þannig í þessu sporti. Já, þetta er bara réttu dómur held ég. Höfðu Brynja. Já, gleði og gaman á bekknum hjá IR-stelpum. Mikið hlegið og þeim fannst þetta skondi atvik. Spurning hvort það er sýni hérna mikinn vilja og dugnað og þrá í að vinna þennan leik. Nóg eftir. Vel spilað. Laufey Lára byrjaði þetta og Karin losaði hárréttum tíma. Og það var leikmaður nr. 16, Hildur María Leifsdóttir. Hún kláraði þetta vel. Já, og Hildur María stelur boltanum hérna. Og klárar þetta vel. 12-8. Þetta er ansi fljótt að breytast í þessu sporti. Leikliði hjá Arnari Frey og Reddagum. Það hefur gefið góða raun. Já, og spila. Nei, vel var ég á Agnesi. Já, það er verða einu fleiri í 25 sekundur í viðbót. IR-stelpur. Spurning hvort þær spila ekki bara aftur á sama. Jú. Laufey kemur hérna og klippir vantarlega. Nei, það gefur. Hvað? Já. 12-8, 18,5 mínúta búin. Kemur Auður Brynja aftur inn á eftir smá kælingu, fekk 2 mínúta brottisun. Laufey Lára er á móti sveitunga sínum. Báða frá Akureyri, hún spilar hérna 5+1 vörn á mótinni. Skynsalegt hjá Arnari Frey og alla leið Ester Inga. Gamla, góða skotfeik fintan og hratt tilbaka, vel gert hjá Ester. Zhenja Jasavarovic ósátt við Jón Karl Björnsson. Vildi meina hún væri bara búið með 3 skref. Zhenja var hjá IBVF fyrir held ég 2 árum.
komið til ÍR núna, mikla væntingar gerða til hennar og hún þarf klárlega að standa undir því. Já, vel gert hjá Laufi Láru. Þetta er kvikur leikmaður með góða leikreind. Fengið fína skólun norður á Akureyri. Og Siffi tekur hérna leiklega, ég held að það sé bara skynsalegt. Aðeins að svona anda og blása, reagera, fara yfir málin, spá í spilin. Arnar Freyr blæs hérna baráttu anda í ÍR-stúlkurnar. Já, áfram halda ÍR-stúlkur í svona 5+1, svona hálfgerður yfir frakki eins og þetta var kallað hérna í den á Auði Brynju. Frábærlega losa hjá Ester Ingu og Elín Helga klárar. Nú voru hann aðeins búin að hvíla þessa vippur sínar og bara skýtur á markið. Þá kemur Agnes Eir út af og Hildur Öder kemur inn á. Svo ég sá hann nýbákuð móðir til hamingju Hildur og Robin, held ég að maðurinn hennar heiti. Já, Sigurlaug farið inn. Glæsilega slútað. Það er bara yfir hausinn. Hildur Öder var ekki alveg tilbúin hérna. Þannig komin inn á. Glæsilega klárað hjá Hildi Maríu. Hún er með góða vinstri hendi. Þetta sé þriðja markið hennar eða fjórða markið hennar hérna í kvöld. Þannig að hún hefur ýmislegt til brunns að bera í sínu leik. Og það nú var farið í vippuna. Elín Helga Lárusdóttir. Hún hefur bætt sér mikið í vetur þessi stelpa og fengið að spila mikið og öðlast sjálfstraust og trú og gleði. Bara verið gaman að fylgjast með hennar framvindu og framþróun í vetur. 16-10. Karen Tinna, já, gripinn hérna í landhelgi og aðeins svo lengi að losa boltan.
Já, 2 mínútna brottvísun en reyndar var Laufey Lára búið með skrefin þegar Ester fór aftan í hana. Þannig að, já. Frábærlega gert hjá Karen Tinnu. Gerði þetta vel. Fór hérna í yfirfintuna. Minnkar þetta í 16-11. Nú erum við að spila 5-6 í 1,5 mínútu. Og nú er mikilvægt að fá langa og góða sókn og passa boltan vel. Fara jafnvel í eina innlýsingu hérna og megum ekki missa boltan svona. Ná honum stelpur og já. Þetta var smá tango hérna á miðjugólfinu. Bjarni Viggósson hvæsti aðeins á Arnar Frey. Arnar Frey vildi meina hann hefði verið of lengi með knöttinn. Já, 30 sekúndur. Já, Ástrós leystu bara inn. Ástrós. Já, Sigurlaug inn. Og núna sá Hildur Ötter við henni. Já, rétt. Já, jafnt í liðum. 6-6 núna. Ester komin aftur inn á eftir brottvísun. Einn vinstri kallar Arnar Freyr. Virkilega vel var ég á Emily Dögg. Hún er búin að hún er örugglega með hátt í 10 skot hérna í fyrri hálfleiknum. Þá er Kara Rún Antonsdóttir Sjött komin inn á í hægra hornið. Kara Rún skilar alltaf sínu varnarlega og sóknarlega. Ég er reynslu mikill leikmaður en Auður Brynja skorar hérna gott mark. Að klift vel inn og rífur sig upp í loftið og skorar niðri nær. Þá er Fanny Ösp Finnsdóttir komin hérna hægra megin. Já, frábær vörn hjá Köru. Já, ég er virkilega vel gert hjá Laufey Láru og allt það en hún er tæp á skrefum hérna. Búin að vera það 2-3 í kvöld. Það þarf að dæma hart á skref. Þetta er meistaraflokkur kvenna. Og 2 mínútna brottvísun á Matthildi Jónsdóttur. Auður Brynja heldur uppteknum hætti. Hún er örugglega komið með
7-8 mörk myndi ég halda, ef ekki meira hreinlega. Já, góð vörn á Helgu Lúðvíku. Og vel spilað á Karinni. Og Dagbjört Ýr skorar hérna gott mark. Átján 13. Við erum einum fleiri í 1 mínútu í viðbót. Kara Rún fer inn á horninu, lætur góð vinkonu sína Hildi Ötter verja frá sér. Ég veit að fyrir vísta þær eru mjög góða vinkonur frá tíma þeirra á Selfossi saman. Smá svona útúrdúr. Gríðarlega nauðsynlegu fróðleiksmálið hitt og já, en áfram með smérið, áfram heldur leikurinn. Já, Karen Tinna gripinn í landhelgi hérna. Frábært skot hjá henni. 18-14, 20 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Gríðarlega mikið skorað hérna í þessum fyrri hálfleik. Búið að vera algjört ping-pong. Já, hérna var Ester komin með mann í sig. Hefði átt að losa á Helgu. Helga milli 1 og 2 eða niður í horn á Köru. Það kæmi mér hreinlega ekkert á óvart ef að Auður Brynja myndi bara skora. Hún ætti að skjóta yfir Dagbjörtu Ýr. Hún er svona minnst hérna í varnarvagnum. Upp á tábergið og... Nei. En staðan hérna eftir fyrri hálfleik, staðan í hálfleik er 18-14. Bráðskemmtilegur fyrri hálfleikur á baki, mikið skorað og mikið líf og fjör. En við tökum okkur smá hlé, koma að vörmu spori.
Jæja, þá seinni hálfleikur hérna hafinn. Staðan 18-14. Bráðfjörugur fyrri hálfleikur á baki. Það verður gaman að sjá hvernig seinni hálfleikur þróast og spilast. Áfram með IS-stelpur í 5+1. Móti Auði Brynju, þá náttúrulega skapast meira pláss fyrir Helgu Lúðvíku og Ester. Já, vel var ég á Hildi Ötter Einarsdóttur. Hildur á að vera fylli markmaður. Nei, Bjarni Viggósson. Ég veit ekki með þetta. En það sem ég vildi sagt hafa með Hildi, hún á að vera flottur markmaður í þessari deild. Sýndi það með Stjörnunni í fyrra og hitti fyrra. Hún gæti alveg komið inn og varið í efstu deild. Þannig að 18-15. Já, aftur hotnið og Ester Sigurlaug alveg frí. Sigurlaug hefði fengið frábært skotfæri hérna. Já. Já, Bjarni Viggós og Arnar Freyr slá hérna á létta strengi. Gaman að þessu stutt í jól og menn léttir á því, en Matthildur Jónsdóttir skorar, minnkar í 2 mörk. Þetta verður gríðarlega erfiður seinni hálfleikur. Áhlaup í stúlkna mun bara verða ennþá þyngra og meira. Já, Elín Helga vippar hérna yfir. Það spurning hvort að Ester þurfi ekki á einhverjum tímapunkti að klippa inn Auði Brynju. Þau þurfa að finna einhverjar lausnir við þessu 5+1 varnarleik. Senda á Auði og leggjast á plúsinn meðal annars. Já, vel klára hjá Dagbjörtu. Það verður svona IR-stelpur farnar að kannski að sína sitt rétta andlit. Voru á köflum heillum hornar hérna í fyrri hálfleik. Já, Ester farið lengra til vinstri. Opnaði völlinn. Boltan yfir. Já. Og þetta klaufalegt. Stelpur skila sér heim. Já, Siffi áhyggjufullur á hliðinu, ég skil hann vel. Elín Helga verður að stíga fyrir hana. Hún að keyra þetta milli 1 og 2 og reyna að fiska runninginn.
18-18. Já, lína. Já, við þurfum að finna einhverja lausni við þessum 5+1 varnarleik. Það getum ekki alltaf látið bara boltar enda í hægra horninu. Eða Ester í endalausar árásir. Jafnvel að setja Auði Brynju bara hægra megin, fá Helgu aðeins vinstra megin eða Ester vinstra megin og Helgu á miðjuna. Aðeins að hreyfa þetta aðeins, svona aðeins að reyna eitthvað að robla. Glæsilegt hjá Helgu Lúðvíku. Skýtur hérna meðfram síðu. Já, hárréttur dómur. Matthildur fiskar hérna víti. Og þá bara Emilía Dögg að verja þetta. En Karen Tinna jafnar leikinn í 19-19. Spurning líka hvort að Ástrós Birta geti ekki komið í blokk hérna út á Laufi Láru. Já, ekkert á þetta. Dagbjört, óheppinn. Skýtur hérna í stöngina. Já, vel gert. Siffi ákveður að gera það sem ég var að tala um áðan. Setur Auði hægra megin. Aðeins að robla við þessu. Þá kemur Ester vinstra megin, fær hérna nýjan varnarmann til þess að etja kappi við. Mjög ánægður með þetta. Held að getum fengið einhver mörk núna. Já, Siffi tekur leikhlé og leggur ráðinn. Og ég er viss um að ég vona það allan að við fáum eitthvað gott út úr þessu. Jafnvel láta, já. Auði Brynju líka bara leysa inn. Á móti bolta þegar boltinn í vinstra horninu. Það eru margar leiðir í þessu. Siffi hvetur sína stelpu til dáða. Segir að halda ró sinni. 23 mínútur eftir. Já. Flott. Já, ánægð á boltan yfir á, já, nei, strax yfir á Ester. Þarna hefur nátt að sleppa að gefa á Auði og koma með strax yfir á Ester. Það því að Laufi Lára eldana. Já. Hildur heldur áfram að verja þarna. Slæmi bolti upp völlin hjá VR-stúlkum.
Já, þetta verður... Já, spila, yfir. Glæsilegt. Ástrós Birta og 2 mínútna brottvísun, frábærlega spilað, þarna fekk boltinn að fljóta yfir og enda á línunni, gólsendingan á línu til Ástrósar. Virkilega gott. Já. Ástrós Birta hörð í hornataka. Og Fanney Ösp Finnsdóttir fer hérna í yfirhandafintuna, skora gott mark. Og svo Sigurlaug inn, glæsilega klára hjá henni. Þetta var algjör píla upp í hornið fjær. Frábært mark. En þá 30 sekundur í að IR verið með fullskipa lið. Arnar Freyr ákveður að taka ekki markmann út af að spila 6-6. Já, Laufey Lára inn á hægri, upp á hægri. Klára þetta vel. Þess að ég talaði um í kvöld, þetta er leikmaður mér að skapi, getur spilað alla stöðu fyrir utan, greinlega í horni líka, klók, útsjónasögum og með leikskilning. Alltaf gaman að sjá leikmenn með leikskilning. Meira vit, eldur en strit. Á. Ó, ekki brjóta. Já, núna allt í lagi, já. Já. Matthildur hérna fekk óblíðar móttökur. Já, skref maður. Ekkert annað en skref. Þetta er meistaraflokkur kvenna hérna, næststærsta deild. Þó þetta sé ekki í ólísdeildin, að vera að menna að dæma skref á þriðja eða fjórða skipti hérna í kvöld. Þetta er alveg ferlegt að sjá þetta hjá svona jafn reyndum dómurum. Já, IR-stelpur komnar 23-21 yfir.
Já. Boltan aftur tilbaka. Ester er horn. Nei, já. Ekki brjóta, ekki brjóta. Á lína, á rétt. Já, nú þurfum við að fara aðeins að höggva hérna á nútín sóknarlega. Þessi 5+1 vörn algjörlega búin að riðla okkar leik. Mjög klókt hjá nei, hérna Arnari Frey. Já, Ester með mikið pláss. Glæsilegt. Frábærlega gert. Siffi sagði Ástrós að vera milli 1 og 2. Hægra megin og Ester. Já, Karen Tinna. Þetta er mjög klókur leikmaður í fyrstu deild kvenna. Þetta er svona reynslu mikill leikmaður og ólseig. Já, sigurleg bregst bólistinn. Þetta verður erfitt hérna síðasta korterið en nóg eftir. Góð klipping hjá Laufey Láru og vel gripi á Stefaníu. Kara inn úr hægra átinu en Hildur sér við henni. Hildur klárlega. Já. Siffi tekur hérna annan leiklið sitt. Eina vitið að hann verður að reyna eitthvað að bregðast við og teikna eitthvað upp. Kortir eftir og svona er ekkert í kortunum ef við séum að fara að vinna hana leik eftir frábæran fyrri hálfleik en hérna en sjá hvað settur. Já, ég er að fá boltan yfir á Ester og svo vinna með Sigurlaugu í horninu. Já, áfram yfir. Já, flott. Losa. Við þurfum aðeins og seinna að losa boltan. Hendi komin upp hjá Nú verðum við bara að skjóta.
Já, leiktöf. Já. Dæmdu skrefið það maður! Alltaf skrifa á hana! Djöfullin hafið það! Glæsilega kláraði á Görru. Já, gott að ná frákastinu. Og nú getum við jafnað. Nú Stefania í þessari 5+1 vörn. Og já, kláraði Karra. Hildur örugglega með sitt 10. varðaskot hérna í seinni hálfleik. Algjör leikbreytir hérna fyrir stelpur að fá hann inn. Já, Karen sendir hérna í hot, boltinn allt og hár og þetta verður svona smá skák hérna síðustu 11 mínúturnar. Ester fær hérna mikið plás, nú þarf hann að nýta sig það að mæta á bolta, núna leggja stað. Já. Þetta er ekki gott, stelpur. Þetta er ekki í boði. Bjarni, það er 4 sinnum að skrefa á hana hérna. Horfðu á YouTube eftir. Nei, án gríns. 4 sinnum. Nei. Já, 11 mínútur eftir. Já, frábærlega gert hjá þeim. Arkitektin að þessu Laufey Lára. Þetta er stelpa sem getur klárlega að spila í hæstu deild. Sé það nú bara strax. Búin að sjá það hérna margoft í kvöld. Fanny kláraði þetta vel. 23-25.
Ekki aftur stelpur. Já. Já. Já, flott, fáið við Brynju inn. Hildur Rötter ver. Hún bara gjörsamlega búin að loka hérna búrinu í seinni hálfleik. Þannig að já. Frábær línusending hjá Karen Tinnu inn á Stefaníu og klára þetta vel 23-26. Þetta verður ansi erfiður róður hérna síðustu 9 mínútur. Það er ansi margt að gerast til þess að við fáum eitthvað út úr þessu leik, tel ég. Þessi skipting hjá IR stelpum í 5+1 var algjörlega breytt í leiknum. Og glæsilegt mark hjá Helgu Lúðvíku. Enn er von, 8 mínútur eftir, nægur tími. Og það eru stelpurnar að bíti skjaldarendur og klára hana leik með sóma. Já. Já. Það hefur stytt sér leið hérna. Siffi kemur hérna upplýsingum til sinna leikmanna. Vonum að það gangi eftir það sem hann er að leggja upp með. Siffi gert frábæra hluti með þetta kvennalið hjá okkur. Síðan tók við í fyrir rúmu ári síðan. Virkilega fókuseraður og metnaðarfullur þjálfari. Það var klaufalegt. Svo ekki sem meira sagt. Ákaflega dýrt. Já, og Emilia ver skoti beint á hana. Við þurfum að keyra hratt upp á þar. Já, nákvæmlega. Meðan er ennþá snúi í vörn. Já. Kannski skapast eitthvað pláss og einhver tími fyrir Auði til þess að athafna sig. Það var klálega vel stilt upp í þetta kerfi á Víkingstelpum en Auður bara óöppin. Klálega að fá fleiri skot frá henni ef við ætlum að reyna að jafna hennar leik. Helga með mikið pláss. Rúma 5 mínútur eftir.
Já, hárréttur dómur. Frábært kerfi hérna við Jöringum. Innlinsing og rykking frá línumanni. Og verður bara Emilía að verja. Já, Karen driblaði eftir að Jón Karl var búinn að flauta. Vítið á, það náttúrulega má ekki. Glæsilega gert hjá Helgu. Ester hann lagði þetta vel upp fyrir hana. 25-26, 4 mínútur eftir. Enn er von. Það væri svo sannarlega gaman að ná einhver út úr þessum leik. Já, Dagbjört Ólafsdóttir klárar þetta vel. Já. Hárréttur dómur. Ester sá hérna smá smugu og keyrði í gegn. Ekki í fyrsta sinn og ekki í síðasta sinn sem að hún er svona snögg að kveikja á hvar Eiðan er og lætur sér vaða í gegn. Og Auður blúðrar, skýtur í slána. Þá er þetta eiginlega farið, held ég. Fyrir fullt og allt. Ætli stelpur spila ekki aftur á sama. Jú, línumaður rykkir. Og Karen skýtur fram, já, hún er svolítið. Hún gerir góða hluti inn á milli. En svona klaufsk líka. Og glæsilega klára hjá Köru Rún. 26-27. 2:20 eftir. Karen Tinna lítur að naga sig handabökin hérna. Hún gætt klárað hana leik á hann dauðafæri. Já, hann spila aftur. Já, Stefania Óska er nú bara. Hún er bara virkilega öflugur sóknarlínumaður í þessari deild. Það sést alveg. En svo náttúrulega já, Hildur Ötter. Það hefur einfaldlega runnið á hana æði hérna í seinni hálfleik. Hún er búin að verja alveg gífurlega vel og alla leið Ester. Þurfum að fá skot núna, vinna með línu Ester. Já, alla leið. Fá snöggt mark og stillu fyrir. Þurfum að fá mark strax, stillu fyrir Auði og fara svo bara í maður og mannvörn. Nei, stelpur. Og Sigurlaug. Já. Hildur Ötter hefur ekki mikið fyrir þessu.
Já. Arnar Freyr tekur leikli 12 sekúndur eftir. Þetta bara eins og það er. Þetta er að klárast. Það var ekki mikill afgangur að þessum sigri í stúlkna en klárlega ákvæðlega vel gert hjá þeim að koma tilbaka eftir að hafa verið einhverjum 6-7 mörkum undir í fyrri hálfleik. Það er ljóst að Víkingslið saknaði Örnu Þyrjar Ólafsdóttur mikið í þessu leik. Og Írstelpur fagna bara hérna alveg eins og óðar. Óskum mér til hamingju með sigurinn. Góð endur koma hjá þeim en þær þurfa klárlega að gera mikið mun betur eða þær ætla að fara upp í Ólisteildina eins og ég veit að markmið félagsins hefur verið í vetur. En að samanskapi hetjuleg framistæði hjá Víkingstelpum sem voru fáliðaðar í kvöld. Vantaði Örnu Þyri og ýmsa leikmenn. En við þökkum bara fyrir í kvöld og minnum á næsta heimaleik hjá kallaliðinu föstudaginn eftir viku. Það er að Káa kemur í heimsókn. Ég held sér síðasti leikur fyrir jól og síðan er náttúrulega fyrir þessa gallhörðu Víkinga sem að fylgjast vel með, þá er náttúrulega leikir í 4. flokk og 3. flokk kalla og kvenna líka sýndir stundum. Ótrúlega virðingavert framtak það, en við þökkum fyrir í kvöld og verið sæl.